Gísli, hvernig var nóttin? Bara náðu ekkert svakalega mikið að sofa eins og svona vanalega eftir svona mikinn adrenalínsleik en maður svaf samt vel þessa fá tíma sem maður fekk en bara heilt yfir sáttur. Hvernig var að spila á móti svona þessari framlíkjandi vörn sem þú ert ekki að spila gegn á hverju einustu viku? Þetta var svona, þetta var svolítið öðruvísi en það var auðvitað, maður tekur bara svona hverja vörn fyrir sig og reyna að rýna hana og svona reyna bara að sjá hvar maður getur fengið hvað mestu möguleika að fá gott færi fyrir sóknina, þannig að bara fínt sko. Það er náttúrulega takið línumannans út af og erum við 4 útileikmenn hérna. Elvar er svona á línunni og ekki á línunni og mér sýndist þú vera að stjórna svolítið því uppleggi. Voruð þið vel undirbúnir eða skilum við voruð þið búin að undirbúa þetta? Já, maður er einhvern veginn svona klár bara svona fyrir, reynir að svona sjá fyrir haustum svona bara alls konar scenarios og hvað getur mögulega gerst og þannig að maður þarf einhvern veginn að vera búinn að sjá þetta svolítið fyrir, það er svolítið lykillinn en já, bara... Fá að sjá þetta á móti Pólandi eða? Ég veit ekki, það verður bara komið ljós sko, ef það hendar ekki, maður þarf svolítið að svona bara hvort það hendi þeirri vörn þarna móti Pólverjum en ég er ekkert viss sko en það er aldrei að vita, ég er ekki hrifinn af því að segja eitthvað, það er bannað að spila þetta kerfi, bannað að gera þetta í hverju leik, ef það kemur upp, þá kemur það upp og þá verður maður bara að lesa það í leiknum. Hvað getur sagt okkur pólska liðið sem eru að mæta á morgun? Þetta eru stórir gæjar og þeir eru mjög fysískir og mjög fysikal og bara sterkir og já, svolítið voru mjög mikið 7-6 í sókninni þeirra á móti Ungverjum og þetta er ekki alveg eins sama einn og einn skrímsli sem Ítalinu voru á móti og ekki sömu viðstöðulausum árásum sem þeir voru að gefa okkur í gær en ég held að þetta sé bara svona sama konsept í rauninni, við getum ekki búist við því að við séum að vinna með 10 eftir korter og einhvern veginn halda að þessi lið geti ekki haldið í við okkur en enn og aftur ef við spilum okkar leik og ef við erum góðir og Pólverjar eru góðir þá vinnum við af því að það er mitt mat en það er ekkert sjálfsagt að við séum góðir, við þurfum einmitt að bara vera 110% áfram og þá er þetta líka svo miklu skemmtilegra heldur en að vera í einhverju svona einhvern veginn 99 og vera kannski mögulega einhverju basli.